Góðan daginn, við heitum Erla og Hulda og við erum þroskaþjálfarnemar í Háskóla Íslands. Þetta hlaðvarp hluti af BA-verkefni okkar og erum að velta fyrir okkur hver staða einhverfa einstaklinga með áfengis- og vímuefnavanda er. Við erum komnar hér á velferðarsvið Reykjavíkurborgar í Borgartúni að hitta hann Friðrik, þroskaþjálfa og verkefnastjóra í málefnum fatlaðs fólks hjá Reykjavíkurborg. Friðrik, okkur langaði að byrja að heyra í þér hver þú ert og hvað þú ert að vinna við hér á velferðarsviði. Já, ég heiti Friðrik, Arne Friðrik og er búinn að vinna í málaflokki fatlaðs fólks í 35 ár núna í mars og verkefni mín hérna á velferðarsviðinu eru bara ansi mörg sem tengjast bara skipulagningu og utanumhaldi alla þjónustu við fullorðið fatlað fólk. Stærsti hluti náttúrulega okkar þjónustu fer í rekstur búsetu, kjarna og húsnæðis, sértæks húsnæðis fyrir fatlað fólk. Svo erum við með vinn og virkni, við sjáum stoð- og stuðningsþjónustu, alla ráðgjöf og ýmislegt sem að upp á kemur. En hver er þá skoðun þín á þjónustu við einstaklingum með einhverfu, ásamt vímuefnavanda og hvernig heldur að fagleg sérþekking þroskaþjálfa geti styrkt og þróast líka þjónustu? Já, við náttúrulega séð á undanförnum árum að þjónustu að fatlað fólk er að breytast rosalega mikið. Hún er ekkert eins og hún var fyrir 20 árum, 30 árum síðan og hópurinn eða hóparnir sem við erum að þjónusta eru miklu fleiri og fjölbreyttari og í kjölfari náttúrulega á réttindabaráttu fatlaðs fólks, þar sem að fatlað fólk hefur náttúrulega orðið meiri þátttakendur í samfélaginu, að þá fylgja líka hættur. Allir sjálfstæði fylgir ábyrgð og skyldur og þar náttúrulega vitum við bara eins og hjá öllum almenningi er fólk sem að mun mistiga sig og mun fara einhverjar götur sem eru erfiðar og flóknar. Og þar eitt af því til dæmis er náttúrulega aukin neysla, hvort sem það er áfengisneysla eða vímuefnaneysla. Við sjáum líka það að það er að fjölga í hópnum af fólki sem er sem sagt með vægar þroskahamlanir, fólk á einhverfurófinu sem er að fara í svona neyslu. Og við höfum svolítið verið á gati þegar kemur því hvað er þetta að gera, hvernig getum við stutt þetta fólk, því að oftar en ekki er það þannig að þetta fólk bara kærir sig ekkert þjónustu kærir sig ekkert stuðning. Og við höfum verið að leita víða það hvað við getum gert, við höfum bæði leitað hérlendis og erlendis, sótt bæði þekking og námskeið og ráðstefnur úti það hvað er hægt að gera og það er bara allavega frá mínu bæjarnir sér því miður ekkert rosalega margt í gangi þó svo ég held að flestar nágrannaþjóðir okkar sem við berum okkur saman við standa bara í sömu sporum en alveg ljóst að við þurfum einhvern veginn að reyna að gera eitthvað og við höfum nú átt samtöl við bæði S.A.A. og fangelsismálayfirvöld það hvort að það er ekki hægt að vera með einhvers konar samstarf og ég hef nú persónulega hvatt báðar þessar stofnanir til að ráða þroskaþjálfa í vinnu til þess að aðlaga í rauninni sína þjónustu að fólki með þroskahömlun til dæmis og einhverfu sem ég held að sé mjög mikilvægt. Það til dæmis bara þarf að einfalda meðferð og að því að þið spyrja hvaða hlutverki sé þroskaþjálfa gegna í þessu er náttúrulega, hlutverk þroskaþjálfa er náttúrulega bara að aðstoða fólk við að lifa í samfélaginu, alveg sama hvaða anga það er af samfélaginu. Hvort sem það er í námi, vinnu eða heimili eða hvað sem er og því þetta er bara partur af lífinu. Þetta er bara það sem að fólk almennt er að lenda í og við þurfum að vera undir það búin að fatlað fólk upplifi nákvæmlega sömu hluti og allir aðrir og vera þá tilbúið með eitthvað stuðning fyrir fólk. En því miður þá er hann ekki til
allavega ekki mér vitandi. Við höfum samt verið að reyna að gera alls konar, styðja fólk og eins og lög gera ráð fyrir, fyrst og fremst bara með fræðslu og hvatningu og stuðningi og reyna að sýna fólki skilning og væntumþykju í sínum aðstæðum. Og þegar allar á botni hvolft þá stöndum við alltaf frammi fyrir því að fólk þarf að þiggja aðstoð, þiggja þjónustu og allan ég hef nú verið mikill talsmaður þess í meira en 30 ár að besta leiðin til þess að fá fólk til þess að vinna með sér, það að mynda tengsl og vináttu og traust. Þannig að ég held að sko hlutverk þroskaþjálfa í því að aðlaga einhvers konar meðferð, fíknimeðferð fyrir þennan hóp gríðarlega mikilvægur. En að sama skapi þá þarf náttúrulega bara heilt heimi til þess að aðlaga svona meðferð og hvernig hún best. Og svo náttúrulega veitum við það líka að þó við séum að tala einhverja hópa hér af fötluðu fólki, þá náttúrulega einstaklingurinn bara sem að stjórnar öllu þegar öllu er á botni hvolft. Finnst þér það að vera svona lenskan, svona kannski í ykkar úrræðum og annað, eins og búsetuúrræðum svona, að þegar einstaklingurinn með áfengis- og vímuefnavanda að þeir vilja ekki sækja sér aðstoð eða þiggja aðstoð, finnst þér það að vera svona meir svona helsta stefið? Það er nú kannski erfitt að segja það, allur gangur á sig, já það er algengara heldur en hitt, allavega svona það er mín tilfinning, við höfum ekkert verið neitt að gera einhverja rannsókn á því, en það er svona mín tilfinning að það er erfitt og þetta er náttúrulega líka þannig að sko stundum náum við árangri og náum að hjálpa fólki og þá er þetta nú yfirleitt að halda að fólk í rauninni óskar eftir aðstoð við að halda rútínu og halda sig frá ákveðnum stöðum og ákveðnum kreðsum í samfélaginu og gengur stundum vel í einhvern tíma, en svo er oft þannig að fólk er náttúrulega bara mjög áhrifagjarnt og þannig að þú veist, þetta eru oft ansi hólóttir vegir sem við erum að fara og við þurfum stundum að detta nokkru sinnum og standa upp og þá reynir svolítið á þroskaþjálfa starfsfólk að gefast ekki upp og vera tilbúin aftur og aftur. Við eigum alveg líka til svona dæmi þar sem að hlutir hafa gengið vel. En það sem að kannski okkur hefur skort kannski líka svona meiri við okkur vantar verkfæri en okkur vantar líka stundum heimildir til að gera hluti. Það er svona það sem við höfum séð til dæmis í öðrum löndum, til dæmis í Hollandi, að þeir eru með svona heimili fyrir fólk sem í neyslu, fólk með fötlun, sem sem sagt sko aðgangsstýrð. Og þar í rauninni bara undirgengst þú ákveðnar reglur þegar þú þiggur búsetu. Oft er þetta fólk náttúrulega bara komið á götuna, þannig að þér er boðið þetta húsnæði með því að undirgangast ákveðnar reglur. Og það er fyrst og fremst þessi aðgangsstýring og svo annars vegar getur verið í svona úrræði þar sem að þú getur þá verið í neyslu og þá er bara eins og hér heima þar sem við erum að reka, þar sem erum með heimilið, sem fólk í neyslu, þar sem við erum bara með skaðaminnkun í gangi. Reynum að sjálfsögða að vera með stuðning og hvatningu líka og grípa fólk þegar það er tilbúið. En síðan náttúrulega líka til bara þar sem að það er aðgangsstýring og það er neysla ekki í leyfileg. Og við höfum svolítið verið að horfa á það hérna hjá okkur að þetta fyrirkomulag og þetta sé í rauninni svona þrepaskipt þjónusta sem þú getur í rauninni byrjað eitthvað staðar og unnið upp og í hinu fullkomna heimi enda bara í þínu húsnæði og séð þið sjálfur með þeim stuðning sem þú þarft. Eða þú getur náttúrulega farið aftur á bak. En okkur hefur svo sem ekkert gengið sérstaklega vel á Íslandi að vera með svona þrepaskipta þjónustu eða áfanga heimili eða slíkt. Nei, akkur heldur það? Svona í gegnum árin? Já. Það nú einfaldlega vegna þess að það fólk leggur á stað með góðum hug
byrjar og það er áfangaheimili sem að endar síðan bara sem þitt endanlegt heimili. Af því að við gleymum ofta að það þarf að byggja líka og búa til næsta þrepp. Næsta húsið. Já, einmitt. Og svo náttúrulega bara fyllist allt í okkur svo fljótt sko og við náttúrulega erum bara eins og bara borgin orðin að það bara mikil húsnæðisvandi og fatlað fólk ekkert undanskilið því. En þá er ég svolítið forvitin með, tölum aftur aðeins búsetuúrræðin, þegar fatlað fólk í fíkniefnaneyslu kannski býr í svoleiðis. Hver eru þolmörkin fyrir notkun? Þú veist að tala svona, þeir eru með eitthvað svona skaðaminkunar, það er leyfilegt að væntanlega vera í neyslu eða hvað. Já. En hver eru þolmörkin, þú veist, er eitthvað staðar bara hingað ekki lengra eða? Nei, sko það er náttúrulega kannski erfitt að svara þessu beint, sko, hvað það séu þolmörk því að sko það er náttúrulega það sem helstu kannski áskoranirnar fyrir okkur sem svona flóknust og erfiðast, það er náttúrulega þegar fólk farið að beita ofbeldi og það er kannski drögumörkin. Síðan vissulega séum náttúrulega kannski oft óljóst hvað er ofbeldi og hvað ekki sko en það er alveg klárt að það er ekki í boði og það er líka kannski mörkin. Síðan náttúrulega bara eins og gengur að gerist almennt, veist, ég minna stundum náttúrulega fólk bara að fara sjálf sér að voða og þá náttúrulega erum við að reyna að treysta á önnur kerfi, bara heilbrigðiskerfið og lögregluna og við höfum verið að reyna að vinna vel með þeim, en þau eru náttúrulega, sérstaklega eins og heilbrigðiskerfið, geðheilbrigðiskerfið er náttúrulega bara, það er þröngustakkur sko, þannig að það er oft erfitt, en hefur samt alveg verið fínt og gott samstarf við báða þessi aðila sko. En finnst þetta fólk detta svolítið á milli kerfa? Já, það sko gerir það alveg. Við erum alveg með dæmi og kannski svona klassískt dæmi er einhver sem er búinn að vera í neyslu, er jafnvel kominn á götuna, er lagður inn á deild, fer í afeitrun og fer í einhvers konar lyfjameðferð. Síðan þegar er komið á útskrift, þá er náttúrulega press það að við félagsþjónustan reddi húsnæði og þjónustu. Við getum reddað kannski þjónustu, en það er oft mjög erfitt að redda húsnæði. Þannig að það eru svona hvað maður segja, svona ákveðnar hindranir í því að það geti orðið eitthvað flæði, sko. Og svo náttúrulega er bara flókið fyrir okkur að vera að útluta fólki sem á neyslusögu íbúðum af því að þetta er náttúrulega íbúðir í stegagöngum þar sem er fjölskyldufólk og það er mættum oft mikill aðstöðu þó vissulega það eru til undantekningar því margar sko. Það sem varst að lýsa áðan að svona þegar einhver er í neyslu og situr kannski segjum kannski búsetuúrræðið, ef að viðkomandi vill hætta eða vill gera eitthvað í sínum málum, er þá bara starfsfólki þar, situr það svolítið bara uppi með það að hjálpa viðkomandi að hætta? Þú veist, hvernig er aðgengi aðeins og geðdeild og öðrum áfengis- og vímuefna úrræðum? Já, sko allir sem sagt þeir sem við þjónustum sem búa í íbúðakjörnum eða í húsnæði fyrir fatlað fólk eru með ráðgjafa. Okay. Ætti að vera með ráðgjafa og sem að er þá alltaf að leita til sem að þá muni aðstoða við að fólk þá komast í viðtal hjá læknum eða í viðtal hjá SÁA eða hvernig sem það svo sem það sem vantar. Og þessu til viðbótar eru náttúrulega allir íbúðakjarnarnir og all þessi þjónusta með stuðning héðan frá skrifstofunni. Hér erum við með sérfræðinga og í alls konar málum sem uppkoma og við erum hérna með tengiliði við geðheilbrigðiskerfið og við erum með tengiliði við lögregluna hérna sem eru bara í nánum samskiptum og þannig að þú veist það er alltaf að leita starfsfólk á ekki að sitja uppi með það
og starfsfólk hins vegar yfirleitt verið mjög duglegt að aðstoða fólk við það að finna leiðir og finna út úr því hvernig þau geta sótt sér aðstoð. Að ég svona velti fyrir mig hvort ef ég væri þroskaþjálfi á búsetuúrræði og Jóa langar að hætta að drekka, þú veist, er ég að fara að hjálpa honum að hætta að drekka eða skilur að því að þegar ég er þroskaþjálfi þá kannski hef ég ekki... Nei, sko, þarna komum við náttúrulega inn á hvert hlutverk þroskaþjálfa almennt, sko, og við getum bara horft á skólakerfið. Sko, hlutverk þroskaþjálfa er ekki að vera kennarar, heldur hlutverk þroskaþjálfans er að aðstoða einstaklingin við að nýta sér þjónustu kennarans. Það er rauninni alveg sama þarna megin, sko. Hlutverk þroskaþjálfans væri náttúrulega að aðstoða einstaklingin við að nýta sér þau úrræði sem er í boði fyrir hann og hjálpa honum að aðlaga, hjálpa að einfalda eða bara styðja og styrkja þess að við þekkjum, sko. En sko hlutverk þroskaþjálfans er náttúrulega og á ekkert að vera að búa til meðferðin, sko. Nei. En er það þannig? Nei, ég veit ekki til þess að einhver þroskaþjálfi hafi gert það. Nei. En það hins vegar kæmur ekkert óvart. Nei. Ef einhver hefði gert það í einhverjum einstaka tilfellum, sko. Já, af því að maður veltir fyrir sér, sko, ef aðgengið er ekki gott. Já. Sko eins og, ég meina, í búsetuúrræði, ef að Jóa langar að hætta að drekka, þannig að hringi þroskaþjálfinn þá á Vog og panta pláss eða... Já, mögulega. Já, ok. Já, ég meina það er væntanlega hlutverk þitt sem þroskaþjálfa, þú veist, ef að ég sem einstaklingur sem þarf þjónustu vantar eitthvað, þá er það þitt að finna út í hvernig ég sæki það. Já. En þroskaþjálfinn gæti líka, sko, eins og við myndum reikna með, leita sér ráðgjafar og stöðnings í kerfinu sem hann er að vinna í. Jæja, það er taka 2. Það var hérna brunabjöllunar og við búin að hlaupa hérna 6 hæðir niður og allir hressir. Það er hressandi. Já. En já, þú varst að segja, Frikki, að þroskaþjálfar eða sem að vinna í búsetu hafa hérna ráðgjöf. Já, þeir eiga að hafa mjög gott aðgengi að stuðningi og ráðgjöf bara þegar kemur að öllum málum, en svo er þetta náttúrulega eins og þið vitið svo rosalega persónubundið hversu fólk er duglegt að nýta sér ráðgjöf og það er alltaf að verða meira og meira svona gegnum árin að fólki er að sér kosti þess líka bara að vinna hlutinni saman, nýta sér tengingar og bara þau bjargráð sem þú hefur. En hins vegar varðandi þetta sem þið er að tala um, sko, sem er náttúrulega sko, fíkni og vímuefna vandi, þá erum við kannski, eins og ég var að segja áðan, á bara þeim tímamótum og nú kannski þurfum við að fara að huga að því að finna eða hanna að búa til einhverja sérhæfða meðferð sem að gæti staðið fólki til boða og ég allavega reikna með því að það verður bara eins og allt annað sem að allir aðrar hindranir í samfélaginu sem við þurfum að brjóta niður, það eru náttúrulega ennþá bullandi fordómar hér og þar og það er, ég held að þroskaþjálfin, sko, okkar hlutverk á náttúrulega að vera í því að reyna að ryðja þessum hindrunum úr vegi, að það eiga allir rétt á þjónustu, almennir þjónustu sem almenningi stendur boða og fatluðu fólki á að standa þetta boða, að nýta sér svona þjónustu þó svo að þurfa aðlaga. Og ég held að við séum kannski á þeim tímapunkti núna að þurfa að gera það, en svo náttúrulega eins og ég sagði á hann, þá erum við náttúrulega eins og öll svona fíknimeðferð, hún náttúrulega byggir svolítið á því að fólk sé tilbúið að fara og þá kannski kemur líka að hlutverki þroskaþjálfans að vera styðjandi og hvetjandi og fræða fólk kosti þess að fara í meðferð og hvað tekur við og annað slíkt. Þannig að hlutverk þroskaþjálfa í öllu þessu ferli er gríðarlega mikilvægt. Og náttúrulega ekki bara þroskaþjálfa, bara starfsfólk, með starfsfólk að það sé svona
samræming í því að starfsfólk sé að styðja þig og hvetja þig til þess að nýta þér svona meðferð eða annað bara sem að getur hjálpað þér í lífinu, bara svo fyrir okkur öll sko. Klálega. En nú oft í umræðinni svona aðgreining, eins og í skólakerfinu, skólan aðgreining og svona. Sæði þú fyrir þér bara þín skoðun, hvort myndi henta betur þá eins og þú talar að búa til einhvers konar meðferðarúrræði fyrir fatlað fólk sem þá sér hannað, eða þá að eins og væri inn á Vogi eða annars þær S.A.A. eða hvar sem að það væri þá meðferðarúrræði fyrir alla? Já, þetta góð spurning. Sko, ég náttúrulega mjög hlynntur því að samfélagi sem við búum okkur til geti tekið á móti öllu fólki. Alveg sama hvað hvort sem það skólar eða aðrir. En á sama tíma þurfum við að vera raunhæf og segja að við þurfum samt alltaf einhvern lítinn hluta sem að þar getur verið sér. Af því að sko, við bara vitum það að það ákveðnir einstaklingar eða ákveðin hópur sem að þrífst kannski ekkert sérstaklega vel í svona almennum lausnum á hlutum, sem það væri almenn meðferð ekki sko. Þannig að það væri náttúrulega í hinn fullkomna heimi gætu við boðið upp á bæði. Já. Mér finnst það eðlilegt og þegar ég segi sko ákveðin hópur sem að getur ekki nýtt sér almenn úrræði, þá ég ekkert endilega bara að tala fatlað fólk, ég bara að tala fólk. Já, sko. Akkurat. Þú veist, ég held að við erum svolítið upptekin af því að setja fatlað fólk alltaf eitthvað sér. Ég meina, fatlað fólk bara eins og þverskurðurinn af öðrum í samfélaginu. Við erum alls konar sko. Og því klárari og betri sem að kerfin því að taka á móti öllu fólki, því það betra. Ég hef nú átt bent á það, þú veist, það er svo eðlilegt í dag að fólk geti bara verið eins og vill svo lengi sem það ekki að valda sjálfu sér eða öðrum skaða eða tjóni. Að samfélagi aðlaga sig að þessu og ein birtingamyndin á því til dæmis það að opið í Hagkaup í Skeifunni í 24 tíma. Já. Það ástæða fyrir því. Já. Því það bara fólk sem kæri sig ekki að versla á öðrum tímum. Það verður ekkert með fötlun að gera, sko. Nei, nákvæmlega. Nákvæmlega. Að hafa val og það sé val fyrir flesta og eins og þú segir að það þurfi ekki alltaf að flokka fólk og svoleiðis og... Nei, og ég held að það væri bara, í hinum fullkomna heimi þá værum við ekkert að horfa á sko fötlunina eða þegar þú þarft að þjónusta að halda, það bara þjónustan sem þarf að aðlaga sig að þínum þörfum. Við getum gert alveg miklu betur þar og við höfum gert alveg helling núna á undanförnum árum þar sem við höfum verið að aðlaga þjónustu af fólki, þannig að þú kemur til mín og við finnum út úr því og þú segir mér hvað það sem þú vilt og við reynum að finna út úr því í sammenningu hvernig við getum stutti eða þjónustöði. Er það ekki líka bara svolítið þannig að þjónustan gerir ráð fyrir því að fólk sé alls konar? Hún á að gera það. Og sé opin fyrir þeirri hugmynd? Já, það náttúrulega eitt sem mjög áhugavert og það að sko ef við myndum hanna heiminn fyrir fatlað fólk þá myndi hann henta öllum. Nákvæmlega. Já. Þannig að kannski þyrftu að fara að hugsa það er svo vont, við erum alltaf að hanna heiminn fyrir normið og síðan fyrir við einhverjar plástur bútasaum einhvers staðar við til þess að geta komið til móts við fleira fólk eða annað fólk en hitt væri miklu auðveldara. Bara algild hönnun, bara hugmyndafræði algildar hannan. Já, algild hönnun, já, ekki spurning. Og við hjá borginni við erum alveg búin að vera í töluverðan tíma leitandi og reyna að finna leiðir af því að við finnum það að hópurinn sem við erum að þjónusta að breytast sem gott af því að þetta þýðir samt að líka fólk bara að taka meira þátt í samfélaginu sem það sem við erum búin að stefna náttúrulega bara síðan að ég byrjaði í þessu starfi byrjaði náttúrulega að vinna á vistheimili
þar sem að sko, fólk var ekki að taka mikið þátt í samfélaginu. Það er rosalega mikið breyst, en það er líka rosalega mikið eftir. Og þetta til dæmis svona, hvað varðar það að styðja fólk í varðandi áfengis- og fíkni meðferðir er eitt af því sem við þurfum að hafa í huga líka. Og kannski nefna það líka sko að alveg eins við þurfum til dæmis að fara skoða í alvörunni hvað fullorðnu fólki, fötluðu fólki með þroskahömlun stendur til boða þegar kemur að náms- og atvinnutækifærum. Og bara af hverju segi ég það, vegna þess að sko því meira sem þú tekur þátt í samfélaginu, því auðveldara er fyrir það að komast í vinnu, nám og fá að vera með í samfélaginu, því náttúrulega minnka líkurnar á því að þú lendir í einhverju tómarúmi sko. Já, þetta er orðið svaka flottar upplýsingar og skoðanir sem eru komna með hérna. Það er eitthvað sem þið langar að segja svona lokum? Nei, ekki nema bara, þú veist, ég veist bara gott að þið séu að rýna þetta, þessi mál, því að þetta er bara orðið frekar aðkallandi fyrir fólk og er bara mikið réttindamál fyrir fatlað fólk að hafa aðgengi að svona þjónustu þegar á þarf að halda. Bara takk kærlega, Frikki, fyrir að tala við okkur. Bara takk eitthvað fyrir komuna. Takk fyrir.